Hreyfing eitt af því sem hefur hrifið landsmenn heldur betur síðustu ár og eitt af því sem svona fastur sessu hefur átt sér fastan sess hér á Selfossi í ágústmánuði brúarhlaupið sem alltaf skemmtilegt og Helgi Haraldsson á línunni hjá mér, sæll og blessaður. Já, komdu sæll og blessuð. Herri, þetta bara allt saman að bresta á? Já, þetta bara á laugardaginn, þetta bara nokkra daga, laugardaginn 7. ágúst næstkomandi. Já, og þetta ekki bara hlaup eða hvað? Nei, þetta bæði hlaup, mismunandi vegalengdir, það raunverulega geta allir fundið eitthvað við sitt hæfi, það 2,8 kilometrar og 5 kilometrar og 10 kilometrar. Já. Síðan fyrir yngstu krakkana sem við byrjum með í fyrra svo kallar sprotanhlaup í miðbæjargarðinum sem 800 metrar hringur, svona þannig að þau geti haft eitthvað fyrir sig. Og síðan þeir sem vilja hjóla, þá erum við með 5 km hring í bænum sem svona skemmti hjólreiðar. Já, það mjög skemmtilegt og það búið gaman að fylgjast með sem sagt í hlaupinu. Þá nú fólk í hinum ýmsu hverfum sem kannski bleikahverfi svona mest í þessu en hafa verið með alls konar að borðum eitthvað fyrir hlaupara. Já, við höfum undanfarið reynt að hvetja heimafólk sem ekki að taka þátt í að hlaupa og býr við eða start við hlaupaleiðirnar að koma út og hvetja hlauparana áfram því að þeim finnst það voðalega gaman að það sé einhver að hvetja þá og kalla á eftir þeim og láta á ganga og síðan hafa náttúrulega í sumum hverfum að menn fæst upp á skaftið og vilja bjóða hlauparunum í ýmsustu veitingar. Sumt reynda sem kannski á ekki vel við í miðju hlaupi. Nei. En ég hef þá sagt við hlauparunum þið bara farið þá eftir hlaupi eða líður á daginn og heimsækja það aftur og farið fram á það sem var við að bjóða. Jú, þetta svona eftir kvöldmat svona yfirleitt. Já. En þetta nú svo sem ekkert að ódýrari gerðinni þannig að þetta nú svo sem alveg veglegt hjá þeim að gera þetta. Já, þetta búið að skapa feikna stemmingu og virkilega gaman og hlauparar sem að hlaupa þeir segja að það alltaf gaman á hvatningu og við viljum endilega hvetja þá sem eru ekki að hlaupa eða hjóla að vera eitthvað stað við hlaupaleitin og hvetja hlauparinn áfram því að það skapa bara mikla og skemmtilega stemmingu og ennþá skemmtilega fyrir hlauparinn. Eru allir að fara að hlaupa á sama tíma eða þetta mismunandi ræsingar? Já, þetta mismunandi ræsingar, þannig svona til þess að það verði nú engir áreistu því að við náttúrulega fyrir nokkrum árum færðum brúarhlaupi inn í bæinn vegalindirnar. Það var að vera að hlaupa fyrstu árin niður Eyrarbakkaveg og snúa við og síðan Gölvebæveginn fyrir austan Bónus og þar. En umferðin bara orðin svo mikil og við vorum alltaf að horfa á það okkur langar bara til þess að hafa þetta innan bæjarmarkana og sérstaklega eftir að það orðið svo mikið að skemmtilegum göngu- og hjólreiðastígum í bænum að það hægt að búa sér til alls konar skemmtilega hringi og okkur tókst það að koma þessum vegalendum fyrir í bænum þannig að það allt hlaupið á gangstéttum með göngustígum og nánast sáralítið á götunum og þar af leiðandi þurfum við að ræsa þetta mismunandi tímum og það byrjar klukkan 11 að þá fara af stað þeir sem í 5 km hjólreiðunum og erum við Ölfusárbrúna og síðan 11:30 fara 10 km hlaupaðurinn af stað og skemmtiskokki 2,8 síðan klukkan 12 þeir sem hlaupa 5 km og svo klukkan 1 þá hlaupa litlu krakkarnir 800 metrana í miðbæjargarðinu. Já, það í rauninni áætlega að það sé fyrir 8 ára og yngri? Já, 8 ára og yngri. Ég tek þátt bara með þeim þar að því ég verð komin í útsendingu klukkan 12 þannig að ég löglega afsökun að hafa ekki tíma til að fara að hlaupa. Það ekkert mál, það að gera, það bara krakka og kökkunum í störgla bara gaman að því. Já, nákvæmlega. En hvernig fer fólk að því að skrá sig? Það búið að opna fyrir skráningu á heimasíðunni hlaup.is, það linkur inn á skráningu þeir sem vilja forskrá sig og það ódýrara að taka þátt með því að forskrá sig fyrir laugardaginn og síðan þetta skrá sig í Landsbankanum á Selfossi líka meðan hann opinn. En síðan á hlaupadaginn sjálfan, þeir sem eru lengi að taka ákvörðun og taka ekki endalega ákvörðun að þeir eru vakna laugardagsmorguninn, þá þetta að koma í Landsbankanum á Selfossi og skrá sig raunverulega alveg fram á hlaupi. Menn þurfa að gefa sér tíma til þess að komast á byrjunarreitin. Já, menn líka kannski að kíkja upp yfir og fara í morgunmatinn og ýmislegt annað og kannski vilja nýta að tækifæra og skrá sig í leiðinni. Já, svo hefur það alltaf verið þannig að gegnum tíðina að menn hafa viljað vakna og líta út hvernig veðrið og ákvæða hvort þið ætla að vera með eða ekki en síðan seinni ár þá hefur nú veðurspáin alltaf
orðið betur og betur áræðanlegri og nú spáir hann bara pottþéttu hlaupaveður á laugardaginn. Já, þannig að það ekki til neinu að bíða að fara bara inn á hlaup.is og skrá sig og taka þátt. Akkurat. En í kringum svona viðbyrðið, þá spáum maður örlítið kannski í verðlaunum sem í boði. Já, við erum með, það er þáttökupeningur fyrir alla sem teka þátt til þess að staðfesta að þeir hafi nú verið með. Já. Og síðan erum við með í hlaupunum flokka 1., 2., 3. seti hjá köllum og konum. Og síðan í 10 km hlaupinu, þar svo aftur flokkaskipting eftir aldrei hleypur á cirka 10 árum og þar að veita velun fyrir fyrstu 3 kallana og konurnar í hverjum árgangi, 29 til 39 og svo koll og kolli. Já. Og síðan erum við með fullt af, og skemmtilegt, og við erum svo með alls konar útdráttarvelun. Þannig að raun og veru bara, það allir séns í það og það er bara þannig að þegar að menn eru búin að sikta það út í markinu að 10. hlaupari hérna frá eitthvað, ég ætla að afhenda honum eitthvað glaning og svo þegar hann kemur í marka þá fær hann afhendan eitthvað svona glaning og þá skiptir ekkert máli hvað röðan kom í mark og við höfum verið svolítið dugleg og haft gaman að því og fæst með fyrirtæki fyrir stuðningin að við höfum svolítið fókusekjum árin að heimsækja fyrirtæki og biðja að styðja okkur með útdráttarvelunum sem svona fólk sem í veitingageiranum og svoleiðis hérna í sveitafélaginu. Já. Og svona þá oft mikið aðkomu fólk í einhvern hátt í þessu og þá erum við svona að reyna að segja þeim að nú getur þú farið á fjöruborðið og valst hérna útdráttarvelun og það kannski kveikir í einhverjum að láta vita því að það fengi góða mat og góða þjónustu og þá koma fleiri í kjölfarið. Akkurat. En ég sé til dæmis að allir keppendur fá frítt í sund eftir hlaupið? Já, svo er það. Allir sem að sína númerið sitt, þeir geta farið í sund og slaka á í heitu pottónum og haft bara það hugulegt og svo náttúrulega svo rosalega margt að vera á Selfossi í teyslu við sumar á Selfoss en þá getur bara eitt restina deginum og langt fram á kvöldi í Brekkusöngi og Brennu kvöldi þannig að það er að gera bara að koma á Selfoss og það er svona tjálta. Það heldur betur, þetta verður frábær helgi. Já og bara, eins og ég segi, það er svo hérna ólísmóti í knattspyrnu og sumar á Selfossi þetta báðir frábæru veðri þannig að það verður feikna stemming hérna helgina. Það verður alveg tróðfullt í Sléttusöng, ég held að það sé alveg deginum ljósara. Já. En við hvetjum fólk sem engu síðu til að fara á hlaup.is og skrá sig fyrirfram. Það er bæði borga minna og þægilega að vita líka kannski lítið hversu margir eru að taka þátt. Jú, það er þægilega fyrir okkur og þeir sem að skrá sig fyrirfram þegar þeir koma á laugardagsmorgninum þá geta þeir gengið bara sínu gögnum vísum. Þá erum við búin að útbúa fyrir þá í póka, númerið þeirra, nælu og kosta hlaupalegin og annað þannig að þeir eru þá bara klárir og þurfa ekki að vera að bíða eftir að komast í röð til að skrá sig. Nei, nákvæmlega. Helgi, takk kærlega fyrir samtalið og upplýsingarnar og það eins og ég segi, spáir frábæru hlaupaveðri á laugardaginn og ég held að veri bara tróðfullt hjá okkur hlaupi. Já, ég bara trú ekki öðru og hlakka sérstaklega til að sjá þig að hlaupa sprottahlaupið með krökkunum. Jú, það er komin áskorun. Það er komin áskorun. Þú segir þetta í bili. Allt er fínt, takk. Já, takk. Já, bless.